feinin hjörtu vona. Ég heyri jónir af hárri lókja, brennandi afa. Lyftum röddum af öllum mætti, boðum verkin þín. Ég á nýtt líf, nú mitt hjart helgað þér. Kynni mína, ást mína til þín frá mér. Í lofsöng lofum þín góð verk, lofum þitt nafn undir náðarefni. Við fögnum eilífu frelsi og göngum veginn í vilja þínum. Ég heyri jónir af hárri lókja, brennandi af ást. Lyftum röddum af öllum mætti, boðum verkin þín. Ég á nýtt líf, nú mitt hjart helgað þér. Kynni mína, ást mína til þín frá mér. Ég á nýtt líf, nú mitt hjart helgað þér. Kynni mína, ást mína til þín frá mér. Kallu og þú í mér, þér klýsir mér að eilífu. Nú lifi ég og þú í mér, mín augu eru opin nú. Lifi ég og þú í mér, þér klósir mér að eilífu. Nú lifi ég og þú í mér, mín augu eru opin nú. Ég á nýtt líf, nú mitt hjart helgað þér. Og kynni mínu, ást mína til þín frá mér. Lifi ég og þú í mér, ljósið mér að eilífu. Lifi ég og þú í mér, augu eru opin nú. Halleluja! Takk Jesus, heilagur ertu þráttinn Jesus. Lofum þig, halleluja. Kom að klappa saman. Let everything that has breath Praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that's my breath, that has breath praise the Lord. praise the Lord. I praise Him, I praise on the mountain, I praise when the shore, I praise when the valley, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. Praise is the water, the enemy's drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to
faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that's our breath. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that's our breath. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that's our breath. that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Takk Jesus, halleluja. Halleluja. Þvílíkt og annað eins. Amen. Það var nýtt lag í dag eins og þið heyrið. Takk Jesus. Mér langar að, og þvílík gleði, elska að geta lofa Guð á alls konar hátt. Halleluja. Ég vil þakka Guði fyrir að ég standi hér í dag. Ég vil þakka fyrir bænir ykkar, elsku vinir. Bara á miðvikudaginn gat ég ekki borðað. Ég gat ekki kyngt vatni, ég gat ekki gert neitt og ég var gjörsamlega að tærast upp. Daginn eftir bænastundina þá gat ég kyngt með verkjum, svo föstudaginn var bara allt farið. Þess að ég stend hér í dag, dísi Guði, og kom ekkert út úr neinum myndatökum og neinu. Það er bara dísi Guði fyrir þetta. Og nú er bara að fá blóði í gang og það er á leiðinni. Hans blóð er að lækna. Og ég vil endilega biðja ykkur að hafa Begga í bænum ykkar. Hann er allur að koma til. Biðjiði fyrir honum að Guð gefi honum styrk og kraft til að rísa á fætur aftur. Halleluja. En við erum saman komin hér í dag. Halleluja. Má ég heyra amen? Og það er svo gaman að sjá svona marga samkomu og ég hlakka svo til að takast á með veturinn. Hver er með mér í því? Nákvæmlega. Og þeir sem heima sitja velkomin að skjánum, endilega komið á samkomu og verið með okkur hérna. Það er svo allt öðruvísi að vera á samkomu heldur en fyrir fram að skjá. En tæknin er góð þegar þú ert ekki nálægt. En við ætlum að biðja Drottinum að blessa og vera með okkur í dag. Heilagur Drottinn, þakka þér fyrir trúfestina, þakka þér fyrir nærveru þína. Þakka þér fyrir að þú ert hér í dag, þú ert með okkur og ég bið að starfa meðal okkar, starfa því anda okkar, Drottinn Jesús. Takk fyrir að þú ert hér og ég bið að mæta til anda, sálar og líkama. Gerð okkur heil, Drottinn mín. Bætt okkur, Drottinn, breytt okkur með orðið þín í dag, halleluja. Ég lofa þig og ég þakka, Drottinn, og við gefum þér alla dýrð í dag. Í þínu heilaga nafni, amen. I love you, Lord. On your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Takk Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Við lofum þig, heilagi Faðir. Heilagur ertu, drottinn Jesús. Lofum hann í dag. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace
every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul and captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is Power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Helgist þitt nafn, Jesus. Heilar ertu, Jesus. Heilar, 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 Jesus. Þú ert verður. Helgist þitt nafn. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains.
Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Heilar eftir Jesus. Halleluja, takk Jesus. Takk Jesus. Rísum að fætur. Halleluja. Vitið það, þetta er svo einfalt í raun og veru, ganga með Guði. Það er í rauninni bara að lofa hann á hverjum einasta degi, fylgja í hans fótspor, gera hans vilja og lyfta honum upp í öllum kringumstæðum. Það er lykill, vinir. Og í dag, þetta lag er svo magnað að því leytinu til að þetta er svo einfalt. Fagnaðarerindið er svo einfalt, það er fyrir alla að skilja. Þannig ef þú ert hér í dag og þú þarft sigur inn í þitt líf, inn í bara hvaða þátt í þínu lífi sem er, það gæti verið fjárhagstengt, það gæti verið samskiptalega tengt, það gæti verið eitthvað varðandi bara framtíðina eða fortíðina. Vitið það er allt og margir sem eru fastir í fortíð, fastir í sársauka. Þá vil ég segja þér í dag að Jesús er svarið. Hann vil gefa þér nýja framtíð, nýtt upphaf og það er nýtt upphaf hér í dag. Vinir, smurningin sem við finnum þegar nærvera Guðs kemur, hún brýtur ok. Og það sem við þurfum að gera þegar nærvera Guðs kemur, við þurfum að leyfa honum að brjóta okið í okkar lífi. En hann er herra, hann er herra maður. Hann mun aldrei ráðast inn í líf þitt og gera eitthvað kraftaverk sem að þú hefur ekki hleypt honum inn. Þannig í dag hleypið í nafninu Jesú inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamót og merg. Því hann er hér og hann vill finna þig. Halleluja. Hvernig væri að lyfta upp bara höndum okkar og ákalla nafnið Jesú. Drottin, við bara áköllum nafnið þitt Jesús. Og drottin, ég veit að það er ekkert nafn sem getur frelsað okkur eins og þitt nafn, drottin. Ég veit, drottin minn, að þú ert svarið við öllum okkar kringumstæðum. Drottin, þú ert svarið, drottin minn, hvort sem að við erum í erfiðleikum eða upp á hátindi, drottin minn. Þú ert svarið. Jesús, þú ert svarið. Og ritningi kennir að við hlaupum inn í þetta nafn og þar erum við óhult. Og ég tala, drottin minn, halleluja, að fólk sé óhult hér í dag. Og drottin minn, ég bara brýt að fólki vonbrigði. Ég brýt að fólki harabashiak, andlega sjúkdóma hér í dag. Ég brýt að fólki hluti sem að hafa elta uppi, hvort sem að það er eitthvað úr æskunni eða annað. Ég brýt á bak aftur í dag. Því að það er nýtt upphaf hér í dag. Það er fyrir nafni Jesús sem að við erum frelsuð hér í dag. Og drottin minn, það er þú sem að getur snúið við öllu, drottin. Og ég bið að koma inn í líf okkar hér í dag. Við opnum hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja og gera hér í dag. Og við biðjum í Jesú nafni, og allir líðurinn sagði halleluja. Og ég vil ítraka það, vinir, hann mun aldrei ryðjast inn í líf þitt. Þú verður að bjóða hann velkominn. Og vinir, það er svo margt sem við höldum oft eftir. Hlutir sem að við hleypum allar sjálfum okkur inn, sársauki fortíðarinnar eða þið vitið, hlutir sem að við viljum ekki einu sinni kannast við í okkar lífi. Hann þráir að koma inn í það. Hann þráir að gefa nýtt og hann þráir að lækna. Og vinir, þegar við erum saman komin og við erum að líta til drottins, leifum honum að koma inn í hjarta. Leifum honum að mýkja upp hjartað. Því að þegar við förum í gegnum erfiðleika þá harðnar hjartað. Eðlilega við hættum að treysta. En það sem að Guð er að segja þetta, treystið í mér. Ég mun fara vel með hjartað þitt. Ég mun endurleysa þig. Ég mun setja saman brotið hjarta. Þannig að leifum honum að koma inn hér í dag. Í Jesú nafni. En við ætlum að taka samskot. Út af það er svo fullkomlega viðeigandi eftir svona ræðu. Taka samskot. Og hér upp á skjáfonandi þá eru upplýsingar og fólk getur lagt inn. Það er líka posi aftast, það eru baukar aftast og gefum mig gleði í hjarta í dag í Jesú nafni.
before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Takk Jesus. Heilar ertu drottin Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Takk Jesus, halleluja. Helgist þitt nafn Jesus. Heilar ertu Jesus. Heilar ertu Jesus.
Jésús. Halleluja. Amen. Hvað að frétta með lofgjörn okkar? Við erum komið bara eitthvað nýjan stað í lofgjörð. Hvernig væri að bara gefa drottni Jesú Kristi gott klapp fyrir þessa snillinga? Amen. Halleluja. Svona rétt bara stutt áður við förum inn í orðið. Þá alltaf bænastund og edin hérna á miðvikudögum og ég hvet ykkur. Ef þið mögulega komist á bænastund, þetta bænastund í klukkutíma frá 7 til 8, svo kennsla klukkan 8. Það svo mikið kjöt fyrir beinin okkar, utan á beinin. Það svo mikilvægt að vera grundvallaður í ritningunni. Alveg meginn að reyna að slökkva á mér. Halleluja. En rísum að fætur. Við ætlum að taka við orðinu sem kemur hérna til okkar. Árni ætlar að tala til okkar í dag og við ætlum að vera með opið hjarta fyrir því sem hann vill segja. Já, einmitt Magnús, þú ætlar að koma með tilkynningu. Ég man ekki alveg. 3. október erum við að fara að halda bíósýningu í Bíóparadís, myndin Priceless og miðar á tix.is. Og þetta klukkan 7, bara allir velkomnir. Amen. Stutt og laggott. Ég að gleyma ykkur? Það bara mjög típist, ef ég að gleyma ykkur þá bara fyrirgefum með það. En við ætlum að biðja fyrir orðinu. Og við ætlum að opna hjart okkar, vinir aftur, ég búin að ítreka þetta nokkrum sinnum í dag, með svo mikið undir því komið að við opnum hjart okkar fyrir því sem að Guð vill gera. Út af stundum vill hann bara hreinlega bara brjóta niður vígi í okkar lífi til þess að við getum tekið á móti orði Guðs. Þannig að við ætlum að biðja að drottin Jesús við bara komið fram fyrir þig hér í dag. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þinn sigurinn hér í dag, drottin minn. Og við ætlum að vera fólk sem að setur rætur okkar dýpra. Við ætlum að vera fólk, drottin minn, sem að veit fyrir hvað við stöndum, drottin minn. Og við ætlum ekki að láta hrekjast til og frá að sérhverjum kenningavindi. Við ætlum að vera drottin stöðu í þér og við ætlum að vaksa upp til höfuðsins sem Kristur. Og drottin, ég bið fyrir kirkjunni, drottin minn, ég bið framgang, ég bið blessun, drottin minn, viltu varða vegur kirkjuna og viltu gefa okkur náð til þess að halda okkur á beinum brautum í Jesú nafni. Og ég bið fyrir Árna þegar hann talar orðið. Ég bið að þú smyrji varir hans og tungu. Ég bið drottin minn að þú mætur honum til anda, sálar og líkama og það bara flæði frá honum það sem að þú vilt segja við okkur í dag. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Linda, bara lefin það aðeins smá. Halleluja. Losi Guði. Þið ekki hress? Þið ekki hress? Come on, halleluja. Mér svo magnað eins og þegar pastor Sibbo voru að segja að það eitthvað nýtt yfir lofgjörni. Og það en það nýtt yfir kirkjun sinni. Jesús elskar sína kirkju og við erum búin að það búið að vera hróp í hjarta okkar svo margra að við erum að biðja eitthvað nýtt og við erum að biðja meira og sjá eitthvað nýtt. Það ekki það sem við erum að eftir? Þetta snýst Jesú Krist og ekkert annað. En þegar við vorum í lofgjörðinni og kannski bara passar þetta inn í það sem þú ert að fara að predika en þú veist, það segir í Jesaja 60, Þetta svo fallet vers. Á ensku segir það arise and shine. Þurfum við að segja eitthvað meira. Guð setur anda sinn og smörningu yfir líf okkar svo við getum gengið í hans djörfung og hans ljósi og svo við getum skínt skært fyrir hann. Amen. Þannig að Jesús 61 Jesaja 61 statt upp skín þú því að ljósið kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Sjá myrkur grúfur í jörðinu og sorti yfir þjóðunum en yfir þér upprennur drottin og dýrð hans birtist yfir þér. Og þetta, kæru vinir, tímarnir sem við erum á og ég heyrði þetta svo skýrt. Ég heyrði þetta á ensku arise and shine. Stand up and arise and shine. Skín þú kirkja. Statt upp og skín. Og það alveg sama hvað að gerast í lífinu, þá getur andi Guðs og hans smurning komið inn í líf þitt. Það alveg sama. Come on, þið með mér? Það alveg sama hvað þú ert að gangi í gegnum. Amen. Þú getur skínt fyrir Jesú. Sama hvað. Amen. Gerðu svo vel.
Vá, æðislegt. Skína fyrir Jesús. Þess vegna ég hérna. Ég alveg talað. Annars var ég bara fyllir örugglega. En þá, trúlega. Hann kallaði mig með þegar ég var í fyllir og dópi. Og bara listi mig algjörlega. Amen, halleluja. Ég ætla að tala að óttast ekki, því að Drottinn með okkur. En samt sem áður, þó hann sé með okkur, þá þurfum við að glíma við ótta. Ég ætla að útskýra ótta í dag. Eins og Guð gefur mér ná til. En það svo rosalega magnað að þó að óvinnurinn, djöfullinn, reyna að þrykja manni niður, hann þreytir inn að heilugu, hann reyna að þreyta inn að heilugu. Og hann kemur ótt inn í líf okkar. Hann reyna að hræða okkur til þess að gera vilja Guðs, til að standa í gegn því að við gerum vilja Guðs. Og þegar bara hérna lofgjörninni, þá fann ég bara svona gleði smutningu komið yfir og ég bara fór bara að hlæja í heilum anda. Stundum grætur maður í heilum anda, en núna bara fór ég að hlæja í heilum anda. Og hvað það sem að brýtur þunglyndi? Gleði Drottins. Hvað það sem að leysir kvíða og ótta úr okkar lífi? Hvað kemur í staðinn? Gleði Drottins. Það gleðina smurning hér í dag. Men Drottinn, hann vil leysa þig frá kvíða, þunglyndi og ótta og bara sérhverju sem þú ert að glíma við í dag. Algjörlega, það bara þannig. Bara fann smurningi heila sanda, koma með gleði heila sanda. Hún fór að tala um smurningu. Sibba talaði að feita í fótspor hans. Og ég ætla að fara, eins og Guð leyfir ég að gera, að fara í 7 auðmýktar skref sem að Drottinn tók til þess að sigra ótta í okkar lífi. Halleluja. Þannig að þetta alltaf réttileg. Það var bara, líka bara, það kom Sálmur 23 í hugan minn og Kolbjörn hefur verið að tala um það að Sálmur 23 fyrir þetta ár og ég hef heyrt fleiri segja þetta. Og það segir einmitt að jafnvel þótt ég fari ekki dimman dal, þá óttast ég ekkert illt, því að þú ert með mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjandi mínum. Þú smyr höfuð mitt með olju. Jesaja 61, hann kemur gleðinar olju inn í líf okkar. Halleluja. Gleðinar olju. Þannig að Drottinn er búin að segja allt sem við erum að glíma við. Og það í rauninni tvenns konar ótti sem við erum að glíma við í okkar daglega lífi. Það þessi ótti lamandi ótti sem kemur vegna syndarinnar og svo líka þessi ótti sem að Levíatan eða Lúsífer kemur með inn í líf okkar. Og Lúsífer, hann hefur svona vaxtarmynd líka, Satan, djöfull, hörgumur og dreki og hann berst í gegn krossi Jesú Krist. Okkar vaxtarmynd sem við að vaxa í, sem að Guð kalla okkur að vaxa í, hann berst í gegn henni. Og eitt af það sem að notar mikið, það að koma ótta inn í líf okkar. Og óttin lamandi. Og hann dregur úr okkur kjarkinn. Hann hleypir efa af. Og ég ætla aðeins að útskýra þetta. En til að byrja með, að þá langar mig að lesa í Jósúa 1, 1. kafla, vers 8-9. Eigi skal lögmálsbók þessi víkur minni þínum, heldur skalt þú hugleiða hann dag og nætur, til þess að þú gætir þess að gjöra allt það sem í henni skrifað, því þá mynd þú gæfur hljóta vegu þínum og breyta vitilega. Hef ég ekki búið þér, verð þú hugraustur og öruggur, láta þig hugfallast og óttast eigi, því að Drottinn Guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur að gera. Þarna stóð Jósúa frammi fyrir því að fara með Ísraelsmenn inn í Kanansland og þeir voru búin að kanna landið og þá voru risar í landinu. Sumir ljósmennir sögðu bara að þeir eru óvinnandi. En Jósúa og Kaleb, þeir höfðu annan anda. Þeir höfðu anda Drottins og þeir sáu hlutina eins og Drottinn sá þá. Og þeir bara eins og segir hann að þeir fóru eftir lögmáli Drottins, þeir fóru eftir boðorði Drottins. Og þarna segir Drottinn við hann, vertu hugraustur og öruggur, óttast eigi, því ég með þér. Og hvað segir þetta fyrirheiti fyrir okkar líf? Ég mun eigi sleppa þér í hendinni yfirgefa þig. Ég mun eigi sleppa þér hendinni yfirgefa þig. Og þannig það með okkur líf að eftir að við tökum Jesú Kristus frelsar okkar, þá sleppur hann aldrei hendina á okkur. Það alveg sama hvað gerist í okkar lífi. Hann sleppur aldrei hendina á okkur. Þannig að það segir í öðru Tímóteusbréfi líka, 1. kafla versi 7, fyrir þá sök minn ég þig
á að glæða hjá þér þá náðagjöf sem Guð gaf þér við yfirlæningu handa minna, því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda, máttar, kærleiks og stillingar. Halleluja. Fyrirverð þig, því ekki fyrir vitnisburðum drottni vor né fyrir mig. Bandingja hans, heldur skalt þú með mér illþola vegna fagnaðerindisins sem Guð gefur máttinn til. Vá. Þannig að Guð hvetur okkur til að glæða náðagjafirnar fyrir orð Páls postula í þessu versi. Við erum að glæða náðagjafirnar í okkar lífi og ég þekki það að þegar maður þarf að glæða náðagjafirnar sem Guð sett í manns líf, að þá fyrirstaða og þá ótti. Að þegar við þurfum að taka ný skref trúar sem við höfum aldrei tekið áður. Ef við ætlum að fá náðagjafirnar þess að vaxa og glæðast í okkar lífi, þannig að Drottinn getur snert aðra í gegnum okkar líf. Og það eins með það þegar við deilum vitnisburð okkar með fólki sem ófrelsað. Við getum líka deilt vitnisburð með frelsuðu fólki. En þegar við deilum vitnisburð með ófrelsuðu fólki, þá lendum við í alls konar. Við förum upp að höfnun jafnvel. Fólk vil ekkert með þetta hafa. En það snýr ekki okkur. Það snýr alltaf á Drottni, vegna þess að það að hafna fagnaðarerindinu. Það að hafna Drottni ef það að hafna okkur sem boðbara fagnaðarerindinsins. Þarna sjáum við að það fyrirstaða sem við þurfum að fara í gegnum. Og við þurfum að fara í gegn ótta. Ótti í okkar eigin lífi. Og líka þann ótta sem að óvinurinn kemur með í gegn því að við tökum skrefin, trúarskrefin. Halleluja. Til þess að skilja svona rót eða uppbyrjun á ótti í okkar lífi, að þá þurfum við bara að hverfa aftur til aldingarnas Eden, það sem að gerðist þar. Adam og Eva óhlýðnuðust og þau féllu í synd. Og þegar þau búin að falla í synd, þá opnust augu þeirra og þau sáu að þau voru nakin. Það bara merkir það að þau sáu það að dýr Guðs var farið frá þeim. Leiðu þau óhlýðnuðust Guði, þá fór bara dýr Guðs frá þeim. Með þau voru með dýr Guðs í sínu lífi, að þá bara var dýrðin og bara þau tók ekki eftir því að þau voru nakin. Við þurfum föt í dag vegna þess að dýrðin horfin. Við erfum þetta frá þeim. Þannig að þau sáu að voru nakin og þau fóru að fela sig fyrir Guði. Og Guð kom, hann vissi alveg hvað var að gerast og kom til þeirra og fór að spyrja spurninga og spurði hvað lestu? Já. Og þá sagði Adam og ég bara að fela mig því að ég var hræddur. Og bara ég nakin. Þá spurði Guð af hverju þetta nakin? Hver sagði þér það? Og svo fór að spyrja spurninga og það oft hann inn í lífi að Drottinn hann kemur inn í okkar líf og hann fer að spyrja spurninga. Þannig við þurfum að læra hreinskilni líka. Það gengur ekki alltaf vel hjá mér en maður að vegferð. Læra að vera hreinskilinn. Ekki segja að maður sé pirraður, maður bara viðurkenna að maður sé reiður. Skiljiði. Og ekki gera þau bentu á hvort annað. Þau játu ekki sök. Þau bentu bara hvort annað. Og þarna sjáum við að óttinn kom bara strax þarna inn. Og við erfum með ótt inn í okkar lífi. Þessu ótti, hann í stolt okkar. Og það líka annað sem að gerast að höfnunarkenndin kom inn. Og þegar þú upplifir það að fólk að hafna þér, þá það ekki út af því að fólk að hafna þér. Rótin þessi sama. Þau óhlýðnuðust og dýr Guðs fóru frá þeim og þau voru látið fara út úr aldingarðinum. Rótin alltaf þarna. Óttin, efinn, höfnunin þarna. Og það sem við þurfum að gera, það að tengjast Jesú Kristi. Hann kom til að frelsa líf sinn frá syndum þeirra. Og við erum hans börn. Við sem höfum tekið við hann sem frelsar okkar, við erum hans börn, synir og dætur. Hitt fólki það ekki. Það eftir að taka við fagnir til að verða hans börn. Þau eru sköpun Guðs. En við erum forréttafólk sem við erum orðið börn Guðs, synir og dætur. Og við erfum allt með honum, í honum. Og erfum líka það sem hann gekk í gegnum fyrir okkur til þess að leysa okkur. Þetta skýrt? Halleluja. Filippibréfi 2. kafli, vers 6 til og með 11. Við erum með sama hugafæri sem Jesú Kristi var.
hann var í Guðsmynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd, varð mönnu líkur, hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesús skuli hver kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guð til föður dýrðar Jesús Kristur og Drottinn. Þannig við erum forvitnir að fólk að fá að gera þetta í dag. Það er fólk sem kemur inn í eilíðina, sem hefur hafnað Jesús Kristi í jarðvistinni. Það kemur inn í eilíðina og það þarf að gera þetta nauðulega. Við lærum að gera þetta sjálfviljulega, af því við höfum frjálsa vilja til þess að vilja og hafna. Það er forvitnir að fá að velja Drottinn og beygja knésið fyrir honum í dag og kannast við að frammi fyrir mönnum. Heldur en að þurfa að gera það nauðulega í eilíðinni sem kemur. Þetta er bara gleði fyrir þetta. Þvílík forréttindi að fá að gera þetta í dag. Þó það ofta tíðum virðist erfitt. Og það er fyrirstaða, það er óunnur sem að best í gegn því að við vöxum í Jesú Kristi. Og hlutaði er að kannast við Jesú Krist fram fyrir mönnum. Drottinn vil gefa okkur hugrekki í dag, hann vil gefa okkur rödd í dag í gegn því sem er að flæða sem er óguðlegt yfir jörðina. Það er bara þannig. Það er að koma illska sem hefur aldrei verið í okkar tíma. En hún er að koma núna. Úr brunnum myndundibana. En ég ætla að fara inn í allt annað, hvað ég fór alltaf inn í þetta, jæja, það var að hafa það. En 7 skref auðmýttar sem að ég var að lesa í versunum. Svona er þetta. Þessi 7 skref sem að Drottinn tók í þessum versum sem ég var að lesa eru til þess að sigra 7 atriði 8 í okkar lífi. Fyrsta atriði, það er ótti við fátækt. Hvernig kannast það við það að vera hræddur við það að vera blankir, ekki neitt pening og geta ekki gert neitt. Það er ekki allir svoleiðis. Hverjir hafi verið þeim sporum að þú bara átt ekki bara óttast það að bara eigi ekki bara mat að borða. Ég held að sé minnum það hérna í Íslandi en það er alveg til í dæminu sko. Þannig að Jesús, hann hafði ekkert orðspor. Hann svipti sig öllu. Guð í hæstu stöðu, hann gjörðist maður. Hann læðist algjörlega, hann var algjörlega eiginlega lægri. Þegar hann gekk hérna með jörðin sem maður. Og hann fór ekki með fengsinn það að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu. Það sigrar þennan ótta við fátækt í okkar lífi. Hann er búinn að fara í gegnum þetta. Ótti við að eldast, missa styrk og sjálfstæði. Hann tók á sig þjóðsmynd til þess að sigra þennan ótti á okkar lífi. Ótti við að vera gagnrýndur. Hann sigraði hann ótta með því að vera mönnum líkur. Ótti við skortan kærleika. Hann kom fram sem maður. Ótti við að líða veikindi. Hann auðmýtti sig. Ótti við dauðan. Hann var hlýðinn allt til dauða. Og vel að minnst að rót vanþakklætis í okkar lífi er óhlýðni. Og ef þú ert að glíma við andlega rugling, þá er út af því að þú ert í einhverju, það er eitthvað í þínu lífi sem þú ert að koma í lag, frammi fyrir Guði. Andlega ruglingur kemur vegna óhlýðni. Vegna þess að við erum ekki að lifa í samfélaginu við Drottinn. Þegar þú fer að leita Drottins og lifa í samfélaginu við hann, þá fer andlega ruglingur. Það kemur friður inn í staði fyrir kvíða. Það kemur gleði inn í staði fyrir þunglyndi. Og óttinn í okkar lífi sigraði fyrir trú og traust á Jesú Kristi. Og hans trú kemur inn í okkar lífi og fyllir okkur á sannfæringu. Við vitum að við vitum. Og svo ótti við að mistakast. Ég bara glími rosalega mikið oft við þennan ótta. Bara við að koma við púltið. Þannig að maður hætti við að mistakast.
Ofta tíðum þegar ég var að koma með spándásor yfir svefniðin, þá vissi ég alveg að Guð var að tala, hann var að banka mig að tala orðin. En óttin í mínu lífi við að mistakast, það segi ekki það sem að Drottinn vildi að ég segði. Ótti við það að vera gagnrýndur fyrir ég var að gera þetta. Ég er búinn að fara í gegnum þetta. En það er hægt að sigrast á þessu. Ótti við að biðja fyrir sjúkum og fólki læknist ekki. Ótti við að koma með þekkingar og samkomu enginn kemur þegar maður kemur með þekkingar á þetta. Við þurfum að læra að hvíla í traust Drottins. Þegar hann hefur talað, þegar hann hefur boðið okkur að gera eitthvað, þá er hann með okkur. Og hann gerir okkar hæfileikarík. Og með því að gangi í takt við hann, að þá sigrast óttin í okkur lífi. Ég ætla að koma með svona dæmi hérna eftir, ef Guð lofar. Hvernig auðmýkjum við okkur til að glíma við þennan ótta sem að við erfum frá syndafallinu? Hvernig glímum við þennan ótta? Spurning. Hugsaðu það. Hugsaðu eitthvað um eitthvað núna sem þú ert að hræðast núna. Hvernig er óttinn í þínu lífi núna nákvæmlega? Hugsaðu það, vegna þess að Drottinn vill leysa þig frá sér dag. Hann vill leysa þig frá sér dag. Lykillinn er rosalega auðveldur, bara svona einfaldur raun og veru. Hann er sá að við beygjum okkur í trú við fætur Jesú Krists. Við játum hann sem frelsara okkar og beygjum okkur í trú fram fyrir honum. Án trúar er ekki hægt að þóknast Guði. Þannig við þurfum að beygja okkur í trú fyrst fram fyrir hann, auðmýkja okkur fram fyrir honum. Og bara segja honum, bara gefa svona yfirlýsingu. Játa það að hann er frelsari okkar, hann er húsbóndi okkar, hann er eigandi okkar, hann er keypt okkur með dýrmætu blóði sinu sér til egnar og sér til dýrðar. Játa það að við tilheyrum honum, það er næsta skref í auðmýktinni. Játa það að við getum þetta ekki sjálf, við þurfum á honum að halda til þess að vinna verki í okkur. Við getum ekki endilegst eitt eða neitt. Við getum ekki læknað sjúka, þó að nota okkur til þess að biðja fyrir sjúkum að þeir læknist. Bara þetta dæmi. Halleluja, Jesús. Og við þurfum að kannast við óttan í stolt okkar. Þessi ótti er hann alltaf í stoltin okkar. Því meira ótti sem við finnum með nýrra að þá er eitthvað sem að þarf að beigjast. Og þegar djöfullinn kemur með ótta í okkar líf, þegar við erum að fara að taka trúarskref að gera eitthvað fyrir Drottinn, að þá er það bara sama. Við veljum að bara treysta Guði. Við veljum það hlusta ekki á þennan ótta, heldur treysta Guði. Að hann er með okkur og hann er búinn að sigra þetta allt. Og við látum hvern dag nægja sinni þjáning. Jesús sagði í Matteus 7. kafla, þér trúlitlir, okkur að hafa áhyggjur á morgundeginu. Ég er með þér í dag. Þannig við þurfum að auðmjúka okkur í dag fram yfir honum. Og lofgjör, eins og kom þetta fram hérna áðan, að lofgjörinn, að hún hreinsar alla þessa rás sem er áhyggjur, kvíði, ótti, þunglyndi, efi. Allt þetta sem þetta glíma við, freistingar. Þetta er sama rásinn sem að lofa Drottinn. Þegar þú velur að blessa Drottinn, að þá hreinsast þessi rás. Ef þú finnur reiði, þá byrjar bara að blessa Drottinn. Reiðin fer, þannig að hann býr í lofgjörninni og hann leysir þig frá reiðinni. Halleluja. Ég er í æfingu, ég er að æfa mig í þessu. Það er rosalega samt gott að koma samkomur og fá hjálp við þetta. Þetta er nýja lag, maður. Vá, hvað var... Mér langaði að hlaupa hringi, sko. Það mínaði mjög litli, sko. Já, þannig við þurfum að játa óttan líka sem er í stolt okkar og syndir okkar. Annars vegar á vorskunum þurfum við að játa syndir okkar hverjum degi. Við byrjum að fyrirgefa okkar hins okkur. Óvinur reynda að koma í sektankenndu fyrirdæmingu inn í mitt líf bara áður ég var komin í púltið. Hvað er það þú að fara að tala um hérna? Hvernig er þetta hjá þér? Já, alveg, þetta er svona. Svo kemur Guð hérna með gleðina, maður alveg. Vá. Finna alveg bara, Þetta er svona. Þegar maður tekur skrefið, þegar maður heldur bara áfram. Þetta er bara spurning að halda áfram. Og síðan þurfum við að biðja hann að fylla okkur af auðmýta krafti á hans. Hann er með auðmýta kraft.
þegar við auðmýkjum okkur fram fyrir honum og játum hlutina sem við eru og byrjum að blessa hann og byrjum hann að fylla okkur, snerta vilja okkar, að þá fyllir hann okkur að auðmýkja krafti sínum. Við þurfum líka að biðja hann að gera það. Biðja hann að fylla okkur að heila manda, bara veist, hverju degi. Ég bað hann að fylla mig í dag, hann gerði það. Hann gaf mér gleði, bara alveg óvæð, sko. Já, Jesus, halleluja. Halleluja, drottinn Jesus. Fá mér að drekka. Amen. Mér langar að biðja þess núna, bara drottinn Jesus, ég bara þakka fyrir það að þú hefur eitthvað nýtt fyrir okkur í dag. Ég þakka fyrir það að þú ert gefið okkur nýja byrjun í þér í dag, drottningu. Ég þakka fyrir það að þú ert allar að mæta þeim sem eru bara, eins og bara þeim líður eins og séu bara til hliðar af veginu þínu, drottinn. Og ég biður drottningu bara það að þú gefur bara sérstakan á þar í drottningu og hjálpa okkur að auðmýkja okkur, drottningu, og bara játa hlutina nákvæmlega eins og þeir eru, drottningu, frammi fyrir þér. Játa óttalega stolt okkar, drottningu. Ég játa það, drottningu, að í hvers skipti sem ég þarf að gera viljan, þá finn ég ótta, drottinn. En ég þakkar fyrir það að ég þarf ekki að gera það sjálfur, heldur þú með verkið, drottningu, og það þú sem að sannfæra og það þú sem að snerti, drottinn, fyrir þinn heila anda, Jesus. Amen. Þannig að mér langar aðeins að tala Lúsífer. Hann heitir Lemjatan líka. Og eins og ég sagði þá hefur hann þessa vaxtarmynd. Satan, djöfull, höggurinn og dreki. Satan, þetta bara svona mismundi eðli Lúsífers í raun og veru. Satan, hann kemur alltaf sem andstæðingur. Og bara sem dæmi að þú ert að fara að samkomu, þá kemur það bara með eitthvað allt annað val og gylliboð í veginn. Er ekki svolítið mikið að gera í vinnunni þegar? Hann er löngur hættur að ræna þessu frá mér. En hérna í den, sko, þá var ég bara að vinna á laugardögum og sunnudögum líka, sko, og mista samkomum. En hérna í dag, hann nær þess ekki í dag, sko. Ég teg bara frí á sunnudögum og fer á samkomum. Ég ætla að það kemur eitthvað allt annað upp, þú veist, bara eitthvað gylliboð. Þú ert að fara að biðja. Bara oft ég að fara að samkomur eða biðja eða lesa í orðinu, að þá byrjar síminn alveg á fullu, sko. Bara alls konar atriði maður, veist. Hérna, bara alls konar atriði með það, sko. Þannig að hann kemur alltaf með annað val í raun og veru og það, veist, það geta verið alveg bara mjög góð atriði, þú veist. Bara eitthvað allt annað heldur en að Guð eru eftir. Skiljiði. Eins og til dæmis að fara bænastundir, stúdera orðið eða biðja til hans, gefa hann að telja með honum, gefa hann smá tíma. Að þá kemur eitthvað allt annað upp í hugan, sko. Þannig að Satan kemur sem andstæðingur. Síðan að þá kemur hann sem djöfull. Og djöfullinn hann ákærir. Hann ákærir okkur og það skiptir engu máli hvort þú hefur gert slæmt eða gott. Hann ákærir þér samt. Og hann ætlar að koma mig hérna eftir að ég er búinn að tala hérna í dag. Já, hann gerir þetta alltaf. Hann gerir þetta alltaf, sko. En maður þarf bara að læra að hætta að hlusta á hann, sko. Ef maður fer að hlusta á hann og bara hlusta á hann og fara eftir sem hann er að segja, að þá er maður komin í bara tóm vandræði, sko. Og þá kemur fyrirdæmingin, Satankendin inn. Ef okkur verður á að gera eitthvað rangt, þá biðjum við bara drottinn fyrirgefðu okkur. Og svo byrjum við bara að segja, drottinn Jesus, ég er bara játa synd mína, blóðið hreinsa mig, ég er réttlætur í þér. Satan, ég skip bara að víkja, ég er réttlætur í blóðið Jesú Krist. Skiptir ekki máli hvað ég var að gera. Það er ný byrjun núna fyrir blóð drottins. Ef við játum að vera syndin, þá er hann trúlega réttlætur, hann fyrirgefur og syndin er hreistur og svöllur vanklæði. Það gerist bara sjálfkrafa. Halleluja, Jesus. Þannig að djöfullinn hann ákærir. Og hann er rosalega yfir við það. Og síðan er það höggormurinn. Hann spýtir eitri gegn sannleikanum. Það var hann sem opinberaðist, það eðli sem opinberaðist í aldigarðinu. Hann dregur úr orði Guðs. Hann segir, hefur Guð virkilega sagt þetta þurfa að vera svona? Það er þetta að vera alveg svona nákvæmt. Þú getur nú, veist, bara gert smá af þessu, það sér þetta enginn með þessu. Veist, það tekur enginn eftir þessu. Svo bara, eftir bara að gera smá af þessu, þá langar hann að gera aðeins meira af því og svo ertu bara að vera fastur í einhverju tómur í vitleysu, sko. Og það bara daga, jafnvel að bara frammi fyrir Guði þess að losna úr því. Og jafnvel lengri tíma. Lama viljan, einmitt.
lamar viljan. Þannig að það kannast allir við þetta, ekki? Svona starfar hann starfar alltaf eins. Og svo hann drekinn. Hann þenur út vandamáli í höfðinu á þér. Það eitthvað smá vandamál og þú bara fer að hugsa hvernig þetta morgun og hvernig verður þetta eftir viku og bara þetta svona í dag, þetta verður bara rosalega slæmt. Bara svo vandamál svo strátt mikið að það verður bara óklefu fjalli, sko. Ég mani einu sinni þegar ég var nýfrelsaður og það kom maður frá útlöndum og ég bað að biðja fyrir mér því að ég var með svo mikið vandamálum. Þetta var allt í hausnum, sko. Ég var ekki með neina vandamál, þetta var bara allt í hausnum, sko. Ég var búinn að ofhugsa, sko. Þannig þetta. Þú kannast ekki vita þegar fara að endur þessar hlutina sjálf og þau verður byrja að spinna og reyna að leysa þetta sjálf. Miklu betra bara að fara fram fyrir Guð og segja, Drottinn, heyrðu, ég nenni ekki að vera að hugsa þessa vitleysu. Ég get ekki leyst þetta sjálfur. Ég bara Drottinn, ég bið þig að koma inn í þessi mál. Ég bið þig að leysa þetta. Og hann gerir það. Og veitu hvernig það gerist oft? Það ekki með það aðstæðurnar leysist. Það oftast þannig að bara hugur hreinsast. Bara eins og núna, bara áðan, gleðin. Ég finn ennþá að vera þessi gleðismyndingu, sko. Ég hef verið svo drukkinn að gleða, ég hef bara legið í gólfinu hlæjandi, bara í marga klukkutíma. Já, bænin, ég gleymdi því, ég var að fara inn á það. Já, það kom útlendingur hann og Guðmundur hann sem var með mér og ég kem með þessi vandamál fram fyrir hann og þetta var Martin í þessu tilfelli. Þetta var Martin, já, Martin hann segir, já, þetta nú bara eins og bara 2 stórir tómatar sem þú var bara að stíga á. Bara stíga á svo tómat í trú, sko. Svo bara eins og þessu tómatir bara hérna fyrir neðan þig og ég alveg bara stíga á þau í trú, hvernig á ég að fara því maður? Þetta var allt svo flókið maður. Alveg búinn að ofhugsa bara og líka hvernig á ég stíga á tómatarna í trú maður. Engi tómatar hérna, bara vandamál. Já, ég hlæja þessi dama, ég var svo vitlaus með. Og hvernig á ég að stíga á þetta í trú? Og svo bara, hann sagði, já, bara gerðu bara svona. Og svo setja stíga á græmið það. Ég gerði það. Heyrðu, þetta bara hvarf. Þetta, sko, það hvarf. Þannig að þetta svo einfalt, þú veist. Bara trúa skref. Og stuttabænin, af því að við erum svona komin í hláturskýring. Það kom annar útlendingur, þannig að við vorum á samkomu og ég kem með bænarinn fram fyrir hann og bið hann að biðja fyrir mér. Þetta var á svipuðum tíma. Ég var algjör flækjufótur inn í mér, bara í höfðinu og allt bara, þú veist. Og það er bara kraftaverkið þessi að tala hér um veru, en að ég var svo bundinn að ég gæti ekki horft í augun á fólki, ég gæti ekki talað við fólk, sko. Þannig að þetta er bara kraftaverk, sko. Þannig að það sem Drottinn gerir, hann leiðir okkur inn í hluti til þess að skera sjálfan sig díla í okkur. Ef þið séð mig þá myndi ég sjá munnin. En, já, hvernig var bænin? Ég var ekki bara að gleyma þessu, það munaði litlu. Nei, ég var ekki bara að gleyma þessu. En bænin var þannig að ég bið að biðja fyrir mig og þá segir hann, það þarf ekkert að biðja alltaf langa bænir, svo að Drottinn, hann bænheyrir í trú. Það var bara að biðja stutt í trú. Og svo sagði hann, gaggala gaggala gú! Þetta var bænir sem hann gerði, gaggala gaggala gú! Bara án grín, sko. Hvað segir þið? Já, þú hefur verið bænheyrir. Þú hefur verið bænheyrir. Já, Jesús. Eru þið byrjað að finna fyrir þessa gleðismyndingu núna? Amen, halleluja. Hún er að mannast. Vá, Drottinn er góður. Ég finn ekki fyrir kvíða eða ótta eða fyrirdæmingu eins og ég þurfti að fara gegn áður en koma að samkomuna. Og bara núna í vikunni að þá komur svona freistleikar í huga minn og ég fór bara að velja bara að lesa orðið og stúdera. Eftir smá tíma þá var þetta farið og ég hef ekki fundið fyrir þessu síðan.
Þannig að ef þið verður fyrir freistingu, þá bara betra að leita fyrst Guðsríkisins og hans fyrst. Við gerum þetta ekki alltaf. En ef við gerum þetta, og bara eins og þessu fórum ég að mér, ég fór bara að lesa orðið. Og þá bara fór þetta. Ég fekk allt annan áhuga. Og hef ekki fundið fyrir þessu síðan. Þannig að ég þá bara byrja að bara blessa Drottinn. Byrja að blessa Drottinn. Við þurfum að læra að gera þetta. Ég finn nefnilega að Drottinn hann svona breyndum tón í hvernig orð hann vil koma með. Og það orð sem hann vil gefa okkur í dag, það svona þetta hvernig við eigum að sigra og vera sigurvegarar. Og hluti af þessu það að við þurfum að læra það að lofa hann í öllum hlutum. Ef við gerum það, þá hreinsast nesimasólin okkar, and okkar. Hann hreinsast. Þessi andi sem að finnur nærveru Guðs, þegar nærveru Guðs kemur, hún finnur líka fyrir illöflun. Og en ég kenni lofgjörð, þegar við byrjum að lofa Drottinn, þá hreinsast andi okkar. Og við byrjum að finna nærveru Guðs og hvað hann hefur fyrir okkur. Halleluja. Ég þarf að fara að stytta mál mitt svona hvað hverju. En mér langaði aðeins að koma inn á það að það stendur í Jósbók. Ég ætla aðeins að fara í það. Jósbók 41. kafli, vers 33. Enginn eins og Lefjatan á jörðu. Það var að tala Lúsífer. Hann sem skapaður til þess að kunna ekki að hræðast. Lúsífer, hann var æðst engill hjá Guði, verndar kerúb, dýrðar Guðs. Og hann rókast upp og féll í synd. Hann átti ótta Drottins innan með sér. Og við þurfum að eignast þennan ótta Drottins inn í okkar líf. Og það væri bara gaman einhvern tímann að tala ótta Drottins. En þess að við þurfum ótta Drottins í dag. Þessi illu öfl sem að vilja bara svona hindra okkur í að vaxa í Guði og taka trúarskref í Guði nú datt ég alveg. Hvað var ég að tala um? Já, Lefjatan, já. Ég fann bara að það kom eitthvað svona, bara þurrkaðast bara alveg út hvað ég var að tala um. Og þannig starfar hann líka. Hann kemur sér til rétti og sogar upp nærveru Guðs. Allt inni bara maður að tala, svo bara mann maður ekki neitt, sko. Ég fann þetta að gera svona, allt inni bara myndi ég ekki neitt. En, hann var verndar kerúb og hann féll í synd. Og ástæðan fyrir að hann hræddist ekki, eins og ég var að lesa í þessu versi, út af því að hann átti ótta Drottins. Og hann þurfti ekki að hræðast neitt annað. Og í dag þá hann með þetta eðli að ráðast á okkar líf. Hann ræðst á okkar líf. Og oft við veljum að gera einhverja rangar hluti og bara fullt af fólki, það lifir í því að gera rangar hluti og það óttast ekki neitt. Það óttast ekki rétt að meðan við sem að þekkja Drottinn hafði ekki gert valið að gera rangt og samt vitið að það er rangt og þið vitið að það bara algjörlega rangt. En samt gerið það. Kannast ekki við þetta. Það vegna að Lefjatan, hann kemur með svona eins og klæði yfir okkar líf. Að þetta sé bara allt í lagi. Og svo bara erum við orðið föst í því, bara eins og ég var að tala áðan. En við þurfum að læra að eignast þennan ótta Drottins. Þennan raunverulega ótta, þessa virðingu framfyrir Guði, þessa elskundu Drottins, þannig að við viljum ekki gera það sem rangt er. Halleluja. Þannig að Lúsífer, hann var gerður, það stendur í þessu versi, hann var gerður og þetta orð að gera, honum var falið ákveðið verkefni. Og þetta verkefni sem hann átti að gera, að það var að leiða inn í okkur sannleikann. En í dag þá spýtir hann eitri ekki hans sannleikanum og dregur úr öllu sem að Guð vill að við gerum. Hann þreytir okkur. Hverju að fundi þreytið þegar allt er bara rosalega hress, svo ætlaði að fara að samkomu, þá verði allt bara eins og verði jafnvel veik eða bara rosalega þreytt eða eitthvað. Kannast þið við þetta? Eða fara að lesa Biblíuna og það bara
Og svo bara horfa á sjónvarpið, þá þetta allt í lagi eða eitthvað. Það skiljið, þú veist, hann kemur með þreytu. Og hann reynir að draga úr okkur. Í staðinn fyrir að hvetja okkur og tala sannleikann inn í okkur lífi, þá kemur hann með lygina í bland við sannleika. Jafnvel. Hann þekkir sannleikana því hann átti að leiða sannleikann í okkur, þess vegna er hann svo góður í að ljúga okkur. Og við sannfærumst oft í staðinn fyrir að hlusta á Guð og það sem Orguð segir. Munið versunum sem ég las áðan með Jósúa. Hann átti að huglega lögmansbókina dag og nótt til þess að hann myndi fá gæfu á öllu vegum sínum. Þannig við þurfum að huglega orð Guðs dag og nótt og mér langar að fara að loka bara í 4 ritningavers sem að geta hjálpa okkur að herrtaka hugan til hinu við Guð. Ég mæli með að þið læri þessi ritningavers utan á bókar. Ég ætla fyrst að lesa samt fyrir að Jónasbréf kafla 1, 17-19. Með því að kærleikurinn er orðin fullkominn hjá oss að við höfum djörfung á degi dómsins. Því að við erum með þessum heimi eins og hann er, ótti er ekki elskunni, fullkominn elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkominn í elskunni. Við elskum því að hann elskar oss að fyrra bragði. Þannig svo ég kom fram að þá er lefjandi þannig að hann kemur með augnablis ótta sinn í okkar líf, að við hræðist ekki að gera rátt gagnvart Guði. En síðan erum við alltaf bara orðið föst í hinum óttanum, við finnum bara ótta við hegninguna, að það sé hegning. Hverjir hafa ekki upplifað þetta? Bara, þú finnur bara ótta við hegningu. Bara, þú veist, Drottinn hann dó fyrir þetta í okkur lífi. Þannig við getum komið með þannig ótta fram fyrir hann. Ef við erum að gera eitthvað rátt í fortíðinni, bara komum með ótta fram fyrir hann. Hans kærleikur hreinsar og rekur þannig ótta út úr þínu lífi, en við þurfum að játa hann og kannast við hann þegar hann kemur upp. Við þurfum ekki óttast, en þess að blóð Drottins það hreinsar allar synd, og þegar við komum fram fyrir Guð á dómsdegi, þá sé hann bara blóð sitt. Þannig við þurfum að vera duglega að nota blóðið. Að játa óttan, játa syndinir í okkur lífi, en þess að hans fullkominn að elska rekur út hennar ótta út úr okkur lífi. Það segir í Jesaja 41, 9-13. Þú sem ég þreif frá eyðimörkum jarðarinnar og kallaði þig frá ystu landsálum hennar og sagði við þig, þú ert þjónn minn, ég hef útvalið þig og eigi hafna þér. Drottinn hann hafnar okkur ekki. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægra hendi réttlætis míns. Sjá allir fjandmenn þínir, skulu verða til skammar og háðingar. Sökudólgar þínir skulu verða engu og tortímast. Þó að þú leitir að þrætudólgu þínu skalt þú ekki finna þá. Þeir sem á þig herja skulu hverra og engu verða því að ég Drottinn Guð þinn held ég hægra hönd þína og ég segi við þig óttast þú eigi, ég hjálpa þér. Vá, þvílík fyrirheit. Þannig að ef þú finnur ótta, ekki örvænta. Þannig að mér langar bara svona að fara í að kenna þessu 4 ritningasteð, gera svona smá dæmi, svona sýndæmi, hvernig er hægt að stíga inn í óttan ef að djöfullinn kemur með svona hindrun. Þeir eru að fara að biðja fyrir einhverjum, bara svona sýningur, bara svona smá dæmi með það og svo enda ég þetta. Það eru 4 lykilvers sem að falla inn í þessi versi ég var að lesa í 41. kaflanum. 4 lykilvers sem að detta þar inn í. Fyrsta versi er Filippibréfið 4:13. Allt megna ég fyrir hjálpaðan sem ég styrkan gerir. Hverju kunnaði þetta reikninga þess? Allt megna ég fyrir hjálpaðan sem ég styrkan gerir. Þegar að þú verður þreyttur, bara þetta beinast í að geta ekki fara á samkomur, ég er bara nefna dæmi, það getur hvað sem er, þá bara byrjar að segja, allt megna ég fyrir þína hjálp, Jesús, þú mér styrkan gerir. Ég finn mig rosalega þreyttan núna, mér langar að samkomin á það, en núna bara nenni ég ekki, bara þetta getur verið svona. En Drottinn, ég byrð mig að gefa mér styrk, ég byrð mig bara að hjálpa mér að velja að fara á samkomin, ég bara vel að fara á samkomin, ég geta með þinni hjálp, þú mér styrkan gerir. Þetta er bara svona eitt dæmi. Bara við getum alveg viðurkennt fram yfir honum að við getum ekki gert hlutina. Stundum kallar hann okkur í hluti og oftast er köllin á okkar lífi eitthvað sem við getum ekki gert í eigin mætti. Bara eins og ég að tala hér, ég gat ekki tala fram yfir fjölda fólks. Ég þurfti að byrja bara að vitna maður og mann
til þess að sigrast á þessu. Og það var alveg rosalega erfitt fyrir mig líka, sko. Þannig að hann kallar okkur í áskorun, bara eins og hann kallaði Jósúa að taka landið. Þegar við tökum hlýniskinni fram fyrir honum og hlutaði að játa þessi réttningu, til dæmis, að þá sigrum við landið. Þá tökum við landið. Og þetta land yfirleitt alltaf inn í okkur. Halleluja. Næsta vers Galatíabréf 2:20. Hverju kunna það? Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifir hér og jörð lifi ég trú Guðs sonar. Þannig að við lifum ekki okkar eigin trú, heldur hans trú. Þegar við höfum játað það að við getum þetta ekki sjálf, en hann gefur hæfileikan og styrkinn til þess að framkvæma hlutin. Þá lifum við hans trú. Filippíbreið 2:13. Því að það Guð sem verkar í yður, ég glemdi einu fyrir ekki. Fyrir Korinthbreið 2:22. Ég ásetti mér að vita ekki neitt af meðalega nema Jesú Kristó á krossfestan. Drottinn hefur gefið okkur blóð, eld og vatn. Og þegar hann kemur til með svona hugsun inn í þitt líf, ekki vera að gæla við hann ef hún eitthvað svona sauru. Ekki vera að gæla við hana. Segðu bara, ég þekki þetta ekki. Ég vel að þekkja bara Jesú Kristó á krossfestan. Og þegar þú gerir það, þá vinnur blóðið sjálfkrafa og það hreinsar. Það kemur bara sjálfkrafa. Bara alveg svo þegar þú byrjar að blessa og lofa Drottinn. Þá kemur Drottinn og hann byrjar að hreinsa bara andaðinn og alla veriðina. Innan frá út og líka utan frá inn. Og það sama þegar þú velur þetta réttningavers. Ég er krossfestur með Kristi. Ég ásett mig bara að þekka Jesú Kristó á krossfestan. Og þú segir þetta vers upphátt. Jafnvel í erfiðum aðstæðum að þá kemur sigurinn. Þegar þú kemur ill hugsun. Þegar kemur ykkur upp innan með þér, ég vel að þekka þetta ekki, bara vel að þekka því krossfestan. Þá byrjar heilar andi að starfa, þá byrjar blóðið að starfa. Og þá byrjar vatnslögs orðsins að bara gefa líf. Síðan það Filippíbreið 2:13. Því það Guð sem verkar í bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig að þegar þú getur ekki gert hlutinn, og þá getur þú beðið Guð að hjálpa þér að gera hlutin. Og hann mun gera það. Og við getum beðið hann að snerta vilja okkar. Ég bið Drottinn oft að snerta vilja minn. Ég ákalla blóðið yfir þetta blessunarval í lífi mínu. Þessi blessunarrás sem í okkar lífi til þess að blessa Drottinn, að hún líka formaling og blót. Þökk sé Guði fyrir heilagan anda að geta talað í tungum. Þannig að tungutalið það hreinsar allt þetta blót og allan að sauruleika úr innri við okkur, út úr hugafar okkar. Ég blóta alveg svakalega mikið. Ég bara ekki blótað í mörg ár. Þökk sé Guði fyrir heilagan anda á tungutalið sem hreinsar okkur, allan við okkur. Þannig að ég hættur í dag að tala, en mér langar að sýna ykkur svona eitt dæmi. Bara Sigurður, er það lagi að ég biðji fyrir þér núna? Takk fyrir það. Þórar að koma hérna fram? Já, frábært. Finnur 8? Já, sá ég. Ég man þegar ég tók skrefið að frelsast fyrst. Ég var svo hræddur, ég þorði ekki að fara. Ég byrjaði að rétta upp hendi. Það var einu sem ég gat og svo var ég kallaði fram og ég bara þorði ekki, þú veist. En ég steig inn í 8. Og þú ert að stíga inn í 8 núna eða ekki? Já, algjörlega. Já. Má ég segja hvernig veikindi þú ert með? Er það lagi eða? Má ég segja hvernig veikindi þú ert? Já, ég er með mikla lifrarskemmd. Já, ok. Já, ég er að glíma við, svona mjög mörg líkamlega veikindi og þau vortum þetta að tala við óttan að hræðast að fá kannski eitthvað útkomu úr læknaviðtölum og eitthvað verða, að nú sé ég komið krabbamein og svona þessi. Já. Og þú finnur óttan? Ég finn það alveg gífurlega mikið. Takk fyrir hreinskilnina. Bara Drottinn blessi við hreinskilnina. Ég trúi að Guð vilji heiðra hreinskilni þín í dag. Já. Og mér langar að kenna ykkur þegar þið eru út á götu. Robert Dawkins, veit hver Robert Dawkins er? Hann kendi mér að gera þetta. Ég hef oppiðið fyrir fólki og það lagnast. En hann kendi mér að taka bara trúarskrifið miklu hærra. Og hann kendi mér að skrúa trúarmælinn frá 0 og upp í 10. Og oft þegar við erum að biðja fyrir fólki þá erum við upp á 0-inu. Bara við erum í okkar mallega.
og þessa litlu trú sem við höfum reynslu fyrir Guði. En við þurfum að læra að treysta á Guðstrú. Lifi Guðstrú. Það er ekki að við sem að læknum, við bara biðjum, hann læknar. Og hann kendi mér að segja það, bara segjum svo, nú ert þú hérna. Og hérna, þetta gæti líka verið dæmi við sem út á götu að biðja fyrir einhverju sem veikur út á götu. Og þá segi ég svona við þitt, ekki minni trú, heldur Guðstrú. Ég segi, þegar ég bið fyrir þig núna og Drottinn snerti þig og leyfir að finna nærveru sína, þá er að sýna þér að hann elskar þig rosalega mikið og hann vill eiga samfélag við þig. Og þegar ég bið fyrir þér og Drottinn snerti þig og þú læknast, þá er hann að sýna þér hversu mikið hann elskar þig líka. Og hans kærleikur, eins og ég var að tala hann mun reka út allan ótta í þínu lífi og hann mun gefa þér trúartraust í dag, algjörlega. Og ég bað Drottinn að senda einhvern hinn í dag sem ég geti beðið fyrir á þennan átt. Bara til þess að sýna hvernig þetta er. Sjáu þið mælinn, ég gæti að hafa sagt, Drottinn, viltu læknan? Sjáu þið munnin. Takk eftir, ég stíg bara algjörlega inn í óttan minn og treysti á trú hans. Og hann að taka líka óttaskerf. Og Drottinn heiðrar þetta. Þannig að ég var að teygja hendur okkur núna og biðja fyrir honum sigur í dag, Drottinn Jesús. Ég þakka bara fyrir það að þú trúir fyrir eitinu, Drottningu, og þú hefur sagt við okkur, Drottningu, að við eigum að biðja fyrir sjúkum og þeir munu læknast, Drottningu. Ég bara þakka fyrir það að þetta orð sem að þú lagðir að hjarta mér að tala ótta í dag, Drottningu. Ég biðji, Drottningu, bara eins og koma bara með þinn frið og þína gleði, Drottningu, og ekki bara þinn frið og þína gleði, heldur þína lækningu, Drottningu. Og ég bara tala algjörlega lækningu inn í líkama hans sigurs í dag, Drottningu. Þú bara leyfir honum að finna nærvírina, þú leyfir honum að finna kærleika þinn og þú fyllir hann að trúa sannfæringu, Drottningu, að þú ert megnugur í Jesus. Þú leyfir honum að finna elskuðina og við leyfir honum að finna kærleika þinn, Drottningu. Og ekki bara það að þú læknar hann líka, Drottningu, og bara var ekki lifrin. Ég bara skipa lifrin í honum, Drottningu, og bara læknast núna, Drottningu. Bara allt krabbamein, bara það fari úr honum úrvast líka með núna, Drottningu. Við tökum valdið fyrir nafnum, við skipum lækninga í þessi stað, Drottning. Og fyrir kraft heila sanda það verði lækning núna í Jesus. Halleluja, Drottning minn Jesus. Og þegar hann fer í rannsókn næst, Drottning, að þá sjá læknin þeirra að það er breytingi líkamannu, Drottning. Algjörlega, Jesus, til góðs. Halleluja, Jesus. Þakka þér fyrir það, Drottning. Amen. Halleluja. Amen. Takk fyrir þetta, Sigurður. Mér er ekki rosalega væntu. Já, sömuleiðis. Þekkist vel. Já. Amen. Yndislegt. Halleluja. Ég ekki að rísa bara á fætur. Þessi stund er svona formlega komin á enda. Mér langar bara að koma með einn lítið vitnisburð. Ég hef líka glímt við alveg rosalega ótta. Og ég kannast svo við það sem hann er að tala þetta með óttan, hvernig hann getur yfirtekið okkur. Mín leið og það sem Árni gerði hér var að hreinlega stíga inn í óttan. Ekki forðast hluti sem að gera þig óttaslegin, heldur bara stíga inn í það. Meira sá sem í þér er heldur en sá sem er í heiminum. Og ég held, hlut af óttanum er þetta að vilja hafa stjórn. Ég hef rosa þörf fyrir að hafa stjórn á hlutunum. En Guð vinnur ekki þannig. Guð vinnur, það er ekki traust eða trú fólkin í að vera með tökin á öllum hlutum. Það er þegar við sleppum tökunum og leyfum Guði að þá gerast kraftaverk. Og ég veit að Guð hefur svo oft mætt mér inn í óttanum mínum. Og ég held líka bara núna, vinnir, út af því að óttinn hverfur ekki bara svona rétt svona. Það eru leiðir, eins og Árni kom inn á. Og ég hef haft það fyrir bara reglu í mínu lífi. Ég tala inn í mig ró Guðs. Ég tala inn í mig frið Guðs. Ég tala inn í huga minn. Ég tala inn í hjarta mitt. Fyrstu svona 2-3 árin, ég kastaði hérna upp á þannig ég predikaði. Ég var með það mikinn ótta. Og ef að Guð getur læknað mig, ef að Guð getur læknað Árna, þá getur Guð læknað hvern sem er. Og aðalmáli er bara að skilja þetta, leyfa honum að taka stjórnina. Það veri ekki alltaf að hugsa svona ofboðslega og gefa hlutunum, þið veitir, maður ofta hugsa langt fram í tíman, það er eitthvað ókvænlegt að fara að gerast eftir viku eða eitthvað.
Hættum að spá í það sem að fara að gerast eftir viku. Lifum í hér og nú. Hér og nú. Og við erum bara ekkert að flækja málin og það ég algjör sérfræðingur í að flækja málin. Og ég ekki bara sagt ykkur það ekki gott líf að vera alltaf að flækja málin. Þannig að látum af stjórninni. Leifum Guð að koma inn í innstu fylgsni. Og ef þú upplifir ótta, stígðu inn í hann. Ekki forðast hann eða stígðu bara inn í óttan. Og sjáðu hvernig Guð með þér. Því að meiri sá sem í þér heldur en sá sem í heiminum. Það skiptir engu máli aðstæðna sem að þú stendur frammi fyrir. Hann hefur gefið þér sigurinn. Sá sem reis upp frá dauðum býr innra með þér. Og leið og við minnum okkur á hver við erum í honum. Þá snýst þetta ekkert mig, þetta snýst hann. Og þú getur sigrað alla hluti. Það snýst það. Þannig að Drottinn Jesú, við komum fram fyrir þig. Við bara gefum þér dýrðin í dag, Drottinn minn, því að þú ert sá sem að þú segist vera, Drottinn minn. Við getum verið að glíma alls konar glímu hér í dag, Drottinn minn, en þú segir, Drottinn minn, að við eigum sigur fyrir blóð þitt, fyrir nafn þitt, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir það í gegnum þig og þitt verk, þá erum við meira en sigurvegarar. Halleluja, við erum höfuð en ekki hali. Halleluja, og við þurfum að taka það inn í and okkar, við erum höfuð en ekki hali. Því að hann hefur unnið verkið og hann býr innra með okkur. Í Jesú nafni, og allir líðinni sagði. Amen. Ef þið viljið fyrirbæn, velkomin fram. Annars bara Drottinn bless ykkur og varveit ykkur og gef ykkur yndislega viku í sigri. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.